Mig langar til þess að smætta þetta niður það sem ég myndi kalla þá staðhæfingu að Ísland sé andverðleika samfélag. Ísland, það ekki þannig að Ísland sé bara ekki verðleika samfélag, heldur Ísland andverðleika samfélag. Andverðleika samfélag. Og það felst í því að allt sem heitir reynsla, geta og þekking á málefnum ekki bara sniðgengin, heldur oft beinlínis fyrirlitin. Og mér langar til þess að taka nokkuð dæmi. Ég ætla reyndar að segja fyrst að ég held að þetta sé öðruvísi í Íslandi heldur en í mörgum öðrum löndum að því leyti að hér þetta oft þannig að á tilteknum vettvangi þó að það sé hlutfallslega jafn mikið af verðleika fólki, þá það svo fátt að það verður auðvelt fyrir undirmálsfólkið að rotta sig saman og ýta burt verðleika fólkinu. Í stærri löndum þá þetta yfirleitt þannig að það þessi hópur verðleika fólks þó að hann sé hlutfallslega jafn lítill, þá hann nógu stór til þess að honum tekst að setja ákveðnar lágmarkskröfur hæfni til dæmis til að gegna ákveðnum störfum og getu og feril. Svo ef við tökum svo stjórnmálaflokkana þá ástandið eiginlega ennþá verra þar vegna þess að þar þetta andverðleika samfélag algert. Því að það aldrei, það aldrei tekist á stefnu í neinum málum innan stjórnmálaflokka í Íslandi. Aldrei. Það eru fylkingar hérna og það eru fylkingar í stjórnmálaflokkunum og ef við tökum eina fræga fylkingu þá það Össur versus Ingibjörg Sólrún í Samfylkingunni. Ég veit ekki, ég hef aldrei talað með þess að fylkingar hefðu eitthvað ólíkar stefnu í pólitík. Þetta eru bara valdablokkir. Og vegna þess að baráttan innan stjórnmálaflokkana hérna snýst alltaf völd og aldrei stefnu, þá hefur aldrei verið mótun stefna og það ekki til nein stefna, það ekki til nein stefna hérna í menntamálum, það ekki til nein stefna hérna í atvinnumálum, það engin flokkar sem hafa svona stefnu. Og ég held að þetta sé kannski helst ástæðan fyrir því að hrunið var eins hrikalegt og raunbar vitni. Fyrsta lagi að þessi bóla var blásin upp svona ofboðslega áður en hún sprakk. Og hins vegar að viðbrögðin við því hafa verið nánast engin. Þetta algert fum, það algert kaos. Og það held ég stafa af þessu að það markvisst haldið í burtu verðleika fólki frá stöðum og störfum sem að það þarf í og þó að það ekki þannig að þetta fólk sem situr í þessum klíkum að það hugsi beinlínu svona, ég ætla að halda þessu mannest í burtu ef hún getur eitthvað, en þetta orðið andrúmsloft sem að viðheldur sjálfur sér og þetta gerist sjálfkrafa þess að fólk hugsi út í það. Allir sem hafa einhverja skoðanir, einhverja getu og sem að gætu gert hlutin og bætt ástandið, að þeim haldið í burtu því þeir eru óþægilegir. Og það sem gerist að undirmálsfólk sem að nær svona völdum í svona klíkum, að það versta sem það veit, það fólk sem hefur einhverja verðleika og getur gert eitthvað því að það varpar löngum skugga á þetta undirmálsfólk. Og þetta ástandið sem við höfum til þess að Alþingi Íslendinga? Þetta ástandið á Alþingi Íslendinga svo sannarlega, þar sem að Alþingi Íslendinga oft verið líkt við málfundaklubbi í framhaldsskóla. Ég held að mér hafa fundist umræðurnar vera á lægra plani þar heldur en í menntaskóla. Þær eru oft rökrædni og málefnulegri í menntaskólum heldur en á Alþingi, en nú Alþingi ekki lengur málfundaklubbur. Þetta miklu frekar mýrabolti með engum bolta. Já. Það sló mig hversu margt sameiginlegt með Íslandi og nýfrjálsum ríkjum sem að koma upp á síðari hluta 20. aldar. Samlíkingin mjög sláandi og manni leið hreinlega illa að bera þetta saman þegar mann opnaðist augu til þessa land sem maður hafði alist upp í og trúað að væri í hópi lýðræðisþjóða og hér væri mikið lýðræðis og sterk lýðræðishefð, þegar í raun og veru saga Íslands frá upphafi saga spillingar. Já. Íslenska lýðveldisins. Að þessi saga spilling? Já, þetta miklu dýpra spillingardíki heldur en ég hafði nokkuð tíma gert mig grein fyrir og ég hef marga aðra að segja þetta, jafnvel menn sem hafa fylgst með stjórnmálum og verið í þeim lengi. Menn áttu sem hreinlega ekki ef hvað vorum samofin öll orðin þessu í raun og veru, ég kalla þetta landið okkar rányrkjubúð. Þetta var, Ísland, þegar við förum af stað með lýðveldi okkar, fáum mestu stríðskapabætur sem nokkuð þjóð per haus. Síðan kemur herinn og verður stór mjólkurkú hér fyrir ákveðna atvinnurekendur sem fá einkaleyfi að nýta þessa auðlind sem búin til sérstaklega í kringum nokkuð fyrirtæki og síðan áfram haft á skömmtunarkerfi þar sem að hið pólitíska kerfi samofið sérstöku skömmtunarkerfi og verður ekki lýðræðiskerfi heldur eins og ég kalla það höfðingjaveldi og afríska vísu þar sem eru úthlutunarkóngar, skömmtunarstjórar. En það náttúrulega í þetta ekki annað sem hefur verið mjög áberandi á Íslandi og það náttúrulega partur af þessu, það það að það hefur verið kallað útnefningaspilling og svoleiðis og það það að verðleikar eru rauninni frekar, já ég segi ekki litnir hóttum, en ef þú makkar ekki rétt þá ertu ekki með í dótinu, í byxinu. Já, og það einmitt það sem svo slæmt af því að, og þetta maður fer að hugsa þetta, að spillingakerfið þarf auðvitað að hafa sína afgreiðslumeistara.
og það er höfðingjaveldi sem teygir sig út á Ystunes og inn til Dala. Það sem menn búa sér til keðju, hollustukeðju, það sem að er raun og veru færiband fyrir eigur þjóðarinnar sem gengur fram og aftur og til að rísa innan þessa kerfis er ekki spurt verðleika heldur hollustu fyrst og fremst. Í annan stað þarf svona pólitísk kerfi að hafa sína menn í stjórnsýslu. Stjórnsýsla í þróuðum lýðræðisríkjum er búin til að setja lélegum stjórnmálamönnum skorður. Þannig að þeir geta ekki skandalisera. Það er búin til regluverk og ráðherrar, þingmenn og stjórnarformenn byggðastofnunar, þeir mega ekki skandalisera. Og það er einhver sem á að segja hana. Með því að hafa sína menn þarna inn í toppstöðunum, þá er engin sem passar upp á. Það sé regluverk í stjórnsýsla hreinu líka og það er það sem við erum að sjá núna í kjölfar hrunsins þegar maður fara að grafast upp. Það var engin sem sagði neitt vegna þess að þetta var allt vinir og bræður. Og þetta vinnur auðvitað gegn því að upp í gegnum bæði viðskiptin og stjórnsýsluna komist hæfast af fólkið. Gunnar Helgi Kristinsson hefur held ég talið það í einhverju bóka að það 50% af stöðum í stjórnkerfinu hafi verið... Ég held að það sé 40%. 40% séu... Og ef við segjum að, ef þetta er rétt hjá hann, ég er ekkert viss það, en segjum að það séu 40% af stöðum sem eru pólitísk úthlutun, segjum að helmingurinn af þeim, í helming þeirra staða hefði verið hægt að fá hæfari einstakling, þá erum við 20% sem að vinna beint tjón með andverleika stefnu sinni og okkar vegna þess að þeir hæfustu komast ekki til að vinna öllum gagn. Það er að segja almannahagsmunir eru stöðugt fyrir borðbornir í þessu kerfi og þegar maður horfir á sögur rányrkjubúsins þá er stöðugt unni gegn almannahagsmunum. Og einstaklingar sem eru virkilega hæfir, þeir geta ekki eins og maður hefur séð í öðru löndum, önnur lönd eru spilt, maður hefur séð það á Vesturlöndum út allt, en þeir geta þá leitað annað. Þeir hafa eins konar áfrýjunarrétt, annars staðar í samfélaginu geta þau komið sér fyrir, en hér teygir kerfið sig út allt. Og það er bara vonlaust að losa úr þessu og ef menn reyna að losa þessu úr þessu það er bara ofsóttir í fjölmiðlum. Þannig að þetta er mjög slæmt og hvernig við vindum ofan að þessu veit ég ekki. Eitt af því sem er algjörlega vanmetið við hrunið, að því að menn einblína það sem fjármálahrun, sem vissulega birtist þannig. Það er hrun sem var á trausti innan samfélagsins og það er ekki metið til fjár. Það er að segja félagsauður Íslendinga þurrkaðist út í hruninu. Traust á stjórnmálamönnum fóru þetta veg allra vega strax. En síðan erum við að sjá stofnanir, lífeyrissjóðina, sparisjóðina, eigum að taka fjölmiðlana og síðan áfram eftir því sem við rekjum okkur niður í samfélagið. Það er allstaðar vantraust. Guð blessi Ísland. Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra! 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 Húrra!